Ólöf Ýr Atladóttir gjörþekkir ferðaþjónustuna, bæði alþjóðlega og innlenda. Hún var ferðamálastjóri í áratug, starfaði fyrir stjórnvöld í Sádi-Arabíu og næsta stóra verkefnið er að byggja upp fjölskyldufyrirtæki Soti Summits sem rekur sveitahótelið Sota Lodge í Fljótum í Skagafirði og ferðaþjónustuna Sota Travel. Ólöf Ýr er gestur í landsbyggðum. Fyrst, Ólöf Ýr, það farið að bólusetja heimsbyggðina vegna COVID. Breytist alþjóðleg ferðaþjónusta heldurðu í kjölfar þessa heimsfaraldurs? Já, við erum auðvitað eftir að sjá hversu hratt ferðaþjónustan fer af stað svona með vaxandi fjölda bólusettra og hvaðan hún fer af stað fyrst. Þá er auðvitað allt í óvissu með það ennþá. Þar að auki að þá verður áhugavert að sjá og ég reikna með að fólk verði svona frekar hissa á því hvað gengur hratt en hvað gengur hægt, hvernig flugfélög endurvekja sína starfsemi því þau eru auðvitað í lamasessu og þau eru auðvitað að lífa ferðaþjónustuna. En þar að auki þá held ég að það er mikil umræða uppi það hvort að eðli ferðaþjónustunar, ferðaframboðsins, þeirra krafna sem að gestir gera til þess sem þeir eiga að gera og þar sem þeir eiga að gista, hvort að þær breytist, bæði í þá átt að það veri lögð meira áherslu á hreinlæti, sem að kannski gefur augaleið allavega svona fyrstum sinn eftir á, og hvort að það verði langvarandi aukin áhersla á það sem við gætum kallað sjálfbærni og ábyrgð. Þar að segja að fyrirtæki sýni fram með raunhæfum hætti ábyrgð sín í verki gagnvart umhverfinu, en ekki síður gagnvart þeim samfélögum sem að þeir byggja sína ferðaþjónustu á, af því að fólkið auðvitað í þeim löndum sem heimsótt eru auðlindir. Það er horft til þess hvort að fólk fari hægar yfir, vilji kannski dvelja á sama stað og ferðast út frá honum og þess að fólk muni leita eftir svona einhvers konar auknum eða fjölgun á úrvali snertilausra úrlausna við svona þessar athafnir daglegs lífs sem tengjast ferðalögum, það að borga, það að hafa kort og ýmislegt annað. Þannig að það verður bara forvitnilegt að sjá þetta verður held ég, það munu einhverja breytingar verða á þjónustunni, á því hvernig upplýsingar og hvernig þjónusta er veitt svona þessi svona greiðslur og slíkt og svo mögulega á því hvernig fólk hagar ferðum sínum. Fer kannski færri en stærri ferðir og gerir aukna kröfur þjónustu og sjálfbærni. En hvað með þetta að ferðalangar heimsæki frekar fámennari þjóðir? Ég veit nú ekki fámennari þjóðir, af því að auðvitað eru í öllum löndum vasar á stöðum þar sem er fátt fólk þrátt fyrir að þjóðin sé margmenn. En ég held að það séu einmitt tækifæri fyrir áfangastæði innan landa og þá heil lönd líka, sjálfsög Ísland, Grænland, þessi svona strjálbýlu lönd, það eru tækifæri þar vegna þess að fólk mun væntanlega sækja svolítið í svona það sem við getum kallað, ef við sletta svona exklusívitet, að finnast við vera svolítið ein og vera ekki í kraðakinu við Mónu Lísu eða Eiffelturnin eða hvað það er nú, vegna þess að fólk mun kannski vilja hafa meira rými í kringum sig, allavega til að byrja með, en við megum ekki gleyma því heldur að þetta er þróun sem mun eiga sér stað og mig grunar nú að eftir einhver ár þá verði hlutir farnir, vonandi ekki alveg í sama farið, hvað varðar ósjálfbærni og álag, en í kannski það að fólk vil ferðast meira og oftar, af því að skammtímaminni fólks er talsvert stutt, hefur það sýnt sig. Þú gjörþekkir ferðaþjónustuna, varst ferðamálastjóri í það bil áratug, en núna ertu nýkomin heim frá Sádi-Arabíu, þar varstu með stórt verkefni. Já, ég flutti til Sádi-Arabíu í upphafi árs 2018 og var þar í 3 ár, kom bara heim núna í febrúar og vann í rauninni að 2 verkefnum þar, á 2 landsvæðum. Sátar eru núna í miklum ham að byggja upp ferðaþjónustu fyrir almenning, bæði alþjóðlega og ekki síst fyrir sinn innanlandsmarkað sem auðvitað ansi stór og eru bæði þá að byggja á sinni löngu menningararfleifð en líka í rauninni að byggja frá grunni áfangastaði. Þá alveg bara skipuleggja heil landsvæði sem eru að starfi við lítil lönd í Evrópu, byggja upp hótel,
þorp, vegi og allt frá grunni þar sem að kannski fátt eða lítið hefur verið áður. Þannig að það er verið að byggja, þeir horfa og horfðu fyrir COVID mjög mikið til þess að fjölga atvinnutækifærum fyrir Sáta, af því það er talsvert atvinnuleysi í Sádi-Arabíu, að byggja upp landsvæði sem að voru kannski ekki, sem ekki blés kannski billega, efnahagslega, en líka að opna efnahaginn sinn fyrir fleiri stoðum heldur en olíuna, því þeir eru náttúrulega mjög háðir olíu og gera sér grein fyrir því að það er ekki kannski vænlegt til allra framtíðar. Skulum líta á nokkrar myndir frá Sádi-Arabíu. Fyrsta myndir sem við sjáum, þarna er nú bara, þarna er þú orðið hvað, fálkatemjari eða hvað? Ég segi það nú ekki, þetta, ef það sést ekki þá er þetta talsvert óöruggt bros. En þeir leggja mikið upp úr fálkarækt og það er eitt af því sem er bæði hobby hjá þeim. Þeir eru með sýningar og þeir eru með kappflug og þeir temja og þeir senda fálkana sín í sumarbúðir. Þannig að það er heilmikill atvinnurekstur í kringum fálka og fálkar seljast á gríðarlegar upphæðir sem þykja bestir. Og við skulum fá næstu mynd upp. Þarna er nú, Já, þarna ég og bleika bakpokan þarna á Úlfaldanum. Þetta var 2 daga gönguferð sem ég fór í á þessu svæði við Rauðahafið þar sem ég vann síðastliðin 2 ár. Þessi gamli maður þarna er 75 ára, heitir Hillel, þekkir svæðið eins og lóan á sér og syngur allan daginn, mjög skemmtilegu maður. Og ég fór þarna með hópi, meðal annars samstarfsmaður minn sem rak litla ferðaþjónustu áður en hann fór að vinna með mér. Og þetta er sem sagt 2 daga ferð í gegnum hraunsvæði, af því að sko, Rauðahafið eru þetta, þar er svona sprungusvæði eins og bara Miðatlantshafshryggur og það eru hraunbreiður norðvestan til í Sádi-Arabíu þar sem að bæði verður vart jarðskjálfta, eins og við höfum orðið vör við núna hér, en líka það eru svona kannski á jarðfræðilega mælikvarða talsvert ung eldgos þar og þarna má kannski segja stundum að þá er maður svolítið eins og maður sé komið til Íslands nema það eru svona einstaka pálmatré og dálítið af úlföldum í stað kinda. Þetta er frá Al-Ula sem er svæðið sem ég vann á fyrsta ári sem ég var úti. Þetta er sandsteinn, mörg hundruð, væntanlega, í kringum 100 milljónir ára gamall. Það er ofboðslega gömul jörðin þarna og það var það sem var líka svo áhugavert fyrir svona áhuga mannesku, lít þekkingafulla samt jarðfræði. Það er þetta mótvægi, unga landið Ísland og svo gamla landið Sádi, en þarna hefur veðrunin sett svip sinn á landslagið og þarna eru gríðarlega fallegar styttur, má segja, og kalla, sem að eru út allt og jarðmyndanir sem eru bara stórfenglegar, sem að segja nú bara það. Og á næstu myndi það er nú líka til að skoða heldur betur. Já, þetta er eitt þekktasta kennilitið í Al-Ula og ef ekki bara í Sádi-Arabíu. Þetta er Fílafjallið, Jabal al-Fíl. En það var eitt sem að ég lærði líka í Sádi-Arabíu, það var það að stundu styttra á milli ef maður telur. Fíll og fíll. Fíll og fíll, vegna þess að ef þú horfir til evrópskra tungumála þá heitir fíll elefant alls staðar í kringum okkur. Nema á Íslandi, þá heitir fíllinn fíll og í Arabíu heitir hann fíll líka. Þannig að einhvern veginn hefur þetta arabíska orð ratað inn í íslenskt tungumál og það þótti mér afskaplega skemmtilegt. Svona ef maður rýnir í þessa mynd, þarna eru 2 manneskjur minnstakosti undir fílum, þetta er gríðarlega stórt. Já, þetta er stórt. Þetta eru þessi sandsteinsfjöll, þar sem að sandurinn hefur þjappast saman á gríðarlega löngu tímabili og svo hefur efnaveðrun og vind og veður komið og skapað þessar myndanir og það er svo merkilegt við fílaklettin að hann er eins og fíll, hvar sem þú horfir á hann. Þetta er líka frá Al-Ula, þetta er samstarfsmaður minn með Sjál, algjör nagli, en þarna sjáum við dæmi það sem er mjög algengt á því svæði. Nú, fólk hefur búið á Arabíuskaga gríðarlega lengi. Ég held að ég hef lesið einhvers staðar að elstu mannaminjar eru, ég heyrði 150.000 ára gamlar, skilur það sem þú getur rakið menn aftur. En allavega þá er mjög mikið af minjum hérna sem eru á milli 5 og 10.000 ára gamla, svona þegar fólk fer að setja mark sitt á umhverfið. Og meðal þess eru svona áletranir í klettum sem bæði sýna dýralífið, að þegar við sjáum hérna íbyx sem er stóru hornin, við sjáum hestin, mér sýnist við sjá þarna kattardýr sem er að elta íbyxin, við sjáum það á rófunni. Og svo sjáum við auðvitað það sem hefur kannski einkennt menn í langan tíma og það er það að
hendurnar á veiðimönnunum eru gríðarlega stórar og spjótin líka. Þannig að annarkvort hafa þeir kannski reynt að gera mikið úr sínu atgerfi eða mögulega ef að konurnar ristu þetta, að þær hafa viljað gera vel við sína menn. En allavega þá eru þessar myndir út um allt og segja mikla sögu af bæði dýralífinu sem að breyttist þetta með tilkomu bæði manna og veiða og svo ekki síðan Suez-skursins. Þarna var tengingu auðvitað á milli Afríku og Arabíuskaga, en líka bara tíman sem líður og það sem að heilla mann alltaf. Það er þessi tími sem þú gengur í, hvar sem þú ert í Sádi-Arabíu. Og næsta mynd, hún minnir okkur líka á að tíminn líður? Jú, þetta er gamli bærinn í Al-Ula. Hann var byggður upp á 13. öld og tók við af öðru bæjarstæði sem er líka vel varðveitt skammt þarna frá. Þarna bjó fólk frá 13. öld, snemma á 13. öld og síðasti maðurinn flutti út árið 1980. Þannig að það var búið þarna samfellt í 700 ár. Og þessi byggð er í rauninni mjög skynsamlega byggð upp. Það eru sem ströngir vegir þarna en þú varst að þekkja til að geta ratað. Fólk geymdi geiturnar sínar þarna og móðir eins samstarfsmanns míns, hennar starfar að reka geiturnar út úr þorpinu, koma með það aftur. Það var ræstingin var mjög hugvitsamlega gerð og ýmsar lausnir sem maður sá að menn voru að lifa svolítið í tengslum við umhverfið. Þarna verður þetta mjög heitt á sumrin, hitinn fer vel yfir 40 gráður og svo getur orðið glettilega kalt á veturnar við frostmark og jafnvel snjóa sumstaðar. Og á næstu mynd þarna nú komið svolítið grænt. Já, þetta er, Al-Ula er einn stærsta vinin í Sádi-Arabíu og þarna fyrir svona 7, 8, 900 árum síðan að það var vatn á yfirborðinu. Nú er allt vatn í Sádi-Arabíu neðanjarðar, í svona stórum neðanjarðar holrúmum í rauninni sem kölluð aquafer á ensku. En frá þeim eru þetta mikill raki sem að sprettur upp. Í Al-Ula eru 2 milljónir döðlupálma og döðlur eru í rauninni fyrir utan olíu, stærsta útflutningsvara Sáda og því miður að þá gengur mjög mikið á þessi vatnsból og stærstu hluti vatnsins í Sádi-Arabíu er vatn sem kemur úr sjónum og er hreinsað af salti, þetta er salinera. En það er eitt af þeim vandamálum sem að Sádar þurfa að takast á við á næstunni. Það er það að finna út úr í hvernig þeir ætla að koma einhvers konar jafnvægi á vatnsbúskapinn hjá sér. En þú og þið eru komin heim núna frá Sádi-Arabíu. Það er verið að byggja upp ferðaþjónustuna og það kannski ef til vill svolítið hratt þá eftir heimsfaraldurinn. Íslensk ferðaþjónusta, hún var líka byggð upp svolítið hratt. Er það kostur eða ókostur að fara þessa leið? Ég held náttúrulega að eins og með öll mannanna verka þá taka hlutir sinn tíma. Allt hefur sinn tíma, má segja. Og ég held að það eru ýmsir hlutir og eins í Sádi-Arabíu eru þetta gríðarlegir fjármunir oft sem verka á hraða framkvæmda og auðvitað er hægt að flýta mörgum með peningum en ekki öllu. Og stundum er það tíminn sem blífur. Það er tíminn, það er þjálfunin, það er aðlögunin að nýjum aðstæðum og það þarf auðvitað að gerast í Sádi og það er það sem að þeir eru að vinna í. En eins og þú bentir á, þá liggur þeim á, Sádunum, og okkur lá kannski svolítið á. Og ég held að mörguleyti að þá auðvitað óx umfang og umsvif ferðaþjónustunnar uxu mjög hratt hér á Íslandi frá árunum 2010 til 2020 má segja, svona gróflega áætlað. Og ég held að það hafi verið ákveðin skortur á jafnvægi sem að við vorum auðvitað öll að reyna að vinna að. En verður kannski, en það er erfiðara í að komast en að tala auðvitað þegar er að ræða mannannaverk. Þannig ég held að eitt af því sem að því við vorum ekkert einum þetta, ferðaþjónustan óx mjög hratt á heimsvísu, bara út allt og það voru alls konar styr sem að fara að standa hana bara mjög víða heiminn. Og ég held að ef við lærum eitthvað af þeim tíma sem var fyrir COVID, þá ætti það að vera svolítið að gefa okkur tíma, hugsa og reyna að halda þessu jafnvægi milli atvinnugreinarinnar, þarfa samfélagsins og vaxtar. Þannig að það er ekki gott að vaxa í ójafnvægi og ég held að það er eitt af því sem að margir áfangastar hafa lent í og eitt af því sem ég vona Sádi-Arabía lendi ekki.
En þegar þú ég horfir ofan á svona íslenska ferðaþjónustu og svo aftur svona bara glóbalt, ferðaþjónustan ekki í grunni, í raun og veru bara alþjóðleg? Þetta að tala hvað einkenni íslenska ferðaþjónustu? Snýst þetta ekki allstaðar hið sama? Jú, að mörgu leyti, það alveg rétt. Þetta snýst þennan ferðavilja fólks og langanir fólks til þess að upplifa eitthvað nýtt. Þær langanir breytast auðvitað, það eru tískusveiflur í því og svo líka þegar fólk verður vanar því að ferðast og fólk vil sjá eitthvað nýtt. Stundum vill fólk sækja það gamla en samt með einhverju nýju yfirbragði og núna kannski eftir COVID það verða kannski nýjar tilhneigingar, það verða kannski tilhneigingar til að staldra lengur við, fara meira á dýptina, fá að vera meira í friði, upplifa eitthvað meira, fá að vera meiri þáttakandi í því samfélagi sem þú heimsækir. Það eru svona ákveðnir trendar sem voru farnir að sjást í alls konar ferðaþjónustu fyrir og að því leyti þá má segja hún sé svo alþjóðleg, en auðvitað eru allir áfangastæðir að reyna að skapa sér sína sérstöðu, að skapa sér sinn persónuleika, ef þú vilt. Og það líka mjög mikilvægt líka, að reyna ekki að eltast við eitthvað sem þú heldur að einhverjir vilji, heldur að vera svolítið trú sjálfum þér, byggja á styrkleikum þínum, svo ég persónulega gerir nú áfangastæðin, og vinna svolítið út frá því að sígandi lukka sé best og það sé best að gera það vel sem þú ert að gera en ekki endilega eltast við eitthvað sem þú heldur að einhver vilji fá frá þér. Af því að oft þá mætast hlutirnir. Af því að eins og ég segi, það eru sveiflur í þessu sem öðru. Það var til dæmis fyrir COVID talað það að 2 stórir vaxtarbrodda voru það sem kallað lúxusferðaþjónusta og ég hef alltaf goldið svolítið varhug við svona merkimiðum og hitt ævintýraferðaþjónusta. Og auðvitað er það styrkleikar Íslands að það er þekkt sem ævintýraland en ævintýrin eru líka á sviði menningar og þess að fara kannski út fyrir boxið og þess að fara aftur á dýptina og það að tala þessa innri og ytri vellíðan sem fólk sækist í að taka með sér úr sínum ferðalögum og svo talað það líka að ævintýraferðamennskan sjálf sem var svona svolítið tengt þessu, þú fórst í skítu á sokkana og muldur úr þeim á morgni og fórst svo upp á fjall og hjólaði svo lóðbind niður eða eitthvað, að það sem við köllum ævintýraferðamennsku, það hugtak að víkka út. Á meðan að það sem kalla var lúxusferðaþjónustu, það sem það er þessi sólhlífadrykkur og gullrúmfötin og hvað þetta heitir nú allt, þessir 2 angar eru nálgast, vegna þess að fólk sem á nóga peningum, það var kannski minna að sækjast í þess sem við kallum veraldlegu hluti og að sækjast í einhverja upplifun sem fáir geta þá státað sig að meðan það voru gerðar aukna kröfur þægindi og öryggi og fagmennsku í ævintýraferðaþjónustunni. Og ég held að á þessu sviði til dæmis hafi Ísland mikla möguleika ef vel haldið á spöðum. Og þá skulum við einmitt fá upp næstu mynd sem nú aldeilis ekki frá Sádi-Arabíu. Þetta eru fljótin á Íslandi. Já, þetta Soti Lodge. Þetta er barnið okkar, hjónanna, yngsta en þó stærsta, má segja. Þetta er gamla skólahúsið að Sólgurinn, þarna var kennt til 1985. Við hjónin keyptum húsið 2015, svona þegar við vorum kannski fann að velta fyrir okkur hvað ég vildi verða því ég stór og þetta var svona eitt af því sem okkur langaði til að spreyta okkur á. Það var að byggja upp gæða ferðaþjónustu og hugsa hana svona svolítið heildstætt út frá þessari upplifun og út frá þessari tilfinningu að það sé verið að hlúa svolítið að manni. Þannig að við lögðum talsvert í þetta litla hótel okkar sem með 7 herbergi og leggjum mikið upp úr persónulegri og góðri þjónustu og höfum verið mjög heppin með okkar samstarfsfólk í þeim efnum. Þarna sjáum við, það sem sagt, þetta eru fljótin og þarna við hliðina sundlaug eða hvað? Jú, þetta gamla sveitalaugin á Sólgörðum. Hún byggir á gömlu mörk. Fyrsta laugin sem var byggð þarna hún var byggð 1895 og væntanlega hafa einhverju forfeður minni tekið þátt í að byggja hana. Ég ættuð úr fljótum og mjög stolt af því. Hins vegar þá þessi laug, hún hefur þjónað byggðarlaginu dyggilega undanfarna áratugi og mikill kjarni hjá fólki og fólk sækir og heimamenn sækja mjög mikið í hana árið kring og þarna geta krakkarnir hist og leikið sér og hvernig sem færðin og hvernig sem veður að þá hægt að vera í lauginni og við sömdum við sveitarfélagið Skagafirði að reka þessa laug næstu árin og höfum mikið metnað til þess að gera góða laug betri fyrir heimamenn en ekki síst fyrir gesti vegna þess að auðvitað laugin
mikil auðlind fyrir okkar gistingu og okkar ferðaþjónustu. Við rekum líka ferðaskrifstofu sem að býður upp á alls konar ferðir, fjallaskíðaferðir og gönguskíðanámskeið og kajaknámskeið og gönguferðir og ferðir á raffjallahjólum og erum svona að byggja upp þessa heildstæðu ferðaþjónustu og nýtum þar Tröllaskagann og Fljótin, ekki síst, og þar eru þetta sólgarðarleg hluti af því og þar sem þú getur þá komist í kynni við heimamenn, par excellence. Já, þarna sjáum við útsýnið úr einu herbergina á Sóta Lodge. Þetta útsýnið yfir Haganesvík og þarna sést í Langhús, held ég vonandi rétt með. Þar rekin hestaleiga, þannig ég sjá að það mikið framboð af alls konar afþreyingu í Fljótunum. Og já, og þetta bara það sem við erum auðvitað að selja líka. Það þetta stórbrotna útsýni og þessi náttúrufegur sem í Fljótunum. Þarna sér yfir Austurfjöllin í Fljótunum. Þau eru hvítað vetri og langt inn á sumar og þarna sér maður oft skafla sem gaman væri að skíða yfir hásumarið. Þetta borðbúnaðurinn okkar, við erum mjög stolt af honum. Hann handgerður af keramiklistakonunni Guðrúnu Halldórsdóttur og hluti af því sem við bjóðum á Sóta Lodge að við seljum herbergin öll með morgunverði og 3 rétta kvöldverði og leggjum svolítið upp úr því að sá kvöldverður sé bara ansi góður og höfum verið svolítið stolt af því hvað okkar menn í eldhúsinu hafa verið bara stórbrotnir og borið góðan mat á borð fyrir fólk. Þannig að þetta á að vera þessi upplifun, þannig að þú skíðir á daginn og njótir þessara ævintýra sem að Tröllaskagi og Fljótin bjóða upp á og komið svo í hlað á kvöldin, geti farið í laugina og notið þessa matar eftir svona dásemdar daga eins og Tröllaskaginn einn býður upp á. Þarna erum við komin yfir í sumarið og þá eru líka margir möguleikar. Já, við erum sem sagt með raffjallahjól sem að við hönnum bæði dagsferðir og lengri prógram út af. Og auðvitað eru gönguleiðir út allt og Fljótin voru auðvitað afskekkt fyrir á tímum og fólk fór á milli Siglufjarðar og Ólafsfjarðar og Fljótana til að sækja sér vistir og annað og þessar leiðir eru gengnar og hjólaðar á sumrin og eins og vötnin þarna benda til að þá hægt að vera þarna á kajak og hægt að vera á sjókajak og það bara ótrúleg fjölbreytni sem að Fljótin bjóð upp á í útivist og svo líka þetta bara vellíðun af því að það að labba yfir skarð þar sem engin annar og lesa í lyngið og horfa á hafið, það náttúrulega bara gefur þér eitthvað inn í þér. En þið eru að fara af stað með þetta allt saman núna þá á fullt eftir heimsfaraldurinn en svona, þið eruð væntanlega þá að gera út á svolítið svona, hvað ég má segja, betur borgandi ferðamenn? Já, við treystum því að þau gæði sem við bjóðum upp á séu rétt verðlögð miðað við það sem, eins og ég segi, það sem við erum að kosta til og það sem að fólk að upplifa. Og ég hef alltaf haldið og talið að ef að væntingar fólks eru jafnaðar með upplifuninni og rétt verðlagt að þá fólk ánægt. En jú, vissulega þá erum við að treysta á það að fólk sé viljugt til að borga fyrir þá þjónustu sem við veitum. Ég hef líka, það annar merkimiði sem ég hef verið svona pínu skeptísk á, það þessi betur borgandi ferðamenn, því ég held að fólk sé tilbúið að borga fyrir góða þjónustu, sé hún veitt. Og ég held að Ísland hafi aldrei verið áfangastaður einhverja sem eru endilega leitast eftir því að borga minna fyrir þjónustuna heldur en hún virði. Það alltaf þetta jafnvægi sem mikilvægt. En þið rekið líka ferðaskrifstofu. Hvernig svona fyrirtæki norður í Fljótum á Íslandi sem ekki stórt á heimsvísu landið? Hvernig svona markaðsett? Já, við náttúrulega opnuðum á einum áhugaverðasta tíma í sögu ferðaþjónustunnar á heimsvísu. Það í mars á síðasta ári og auðvitað höfum við í sjálfu sér ekki unnið mikið að því að markaðssetja Sóta og ævintýri Sóta á heimsvísu vegna þess að heimurinn hefur verið lokaður. En vissulega þá eru tækifæri til þess að markaðssetja svona ferðir og þessa gistingu. Það gríðarlegur áhugi og vaxandi áhugi. Ég nefndi ævintýraferðaþjónustu áðan og hún vaxtarbroddurinn, einn helsti vaxtarbroddurinn í ferðaþjónustu á alheimsvísu á undanförnum árum. Fólk sækir í það að geta notið góðs viðurgjörnings og einstakra ævintýra
Og þá í sjálfu sér er Tröllaskagi ekki afskekktur og Tröllaskagi fyrir tilstilli áhugasamra og afspyrnu góðra manna á undanförnum árum hefur verið að vaxa í hugum fólks sem áfangastaður ævintýraferðamennsku og á bara eftir að gera það enn frekar. Og við sáum það líka í fyrra á okkar gestum sem að voru Íslendingar fyrst og fremst. Við einhentum okkur í það að skapa áhugaverða vöru fyrir Íslendinga og við höldum nú að þeir gestir okkar sem að hafa lýst yfir ánægju sinni með það sem við höfum boðið upp á eru líka þetta sem við erum að sækjast eftir, það er að segja kröfuharðir neytendur á sviði ferðaþjónustu sem að eru ánægðir með að borga rétt verð fyrir góð gæði og einstaka upplifun. En þú býður væntanlega eins og margur annar eftir að hjólin fari að snúast eftir COVID? Að sjálfsögðu, ég held að þetta eru mjög válegir tímar fyrir ferðaþjónustu, því verður ekki á móti mælt. Við höfum verið að halda okkar starfsemi gangandi á undanförnu ári og höfum í rauninni ekki notið neins tilstyrks, að því eins og ég segi þá opnuðum við í mars 2020 og föllum þess vegna milli skips og bryggju í öllum úrræðum hins opinbera, en auðvitað vorum við að byggja hótelið áður, þannig að þetta er svona, já, þetta hefur verið ansi töff stundum. En allt klárt núna hjá okkur svona væntanlega? Allt klárt fyrir sumarið. Við vonumst til þess að hægist á alheimsvísu og bíðum spennt eftir því að bjóða fleiri Íslendinga og erlenda ferðamenn velkomna í þennan dásemdarrit. Og við bara bíðum spennt eftir þessu öllu saman. Ólöf Ýr Atladóttir, þakka þér fyrir komuna og gangi ykkur vel. Takk fyrir.